Ef maður fer aðeins yfir þess að til með við erum að komnir út í þessa glæpsamlegu stýrivexti 9,25%, ég vil ekki gera mér neinum upp neitt illvilja, en þetta er ekki lausnin á verðbólgavandanum, alveg greinilega, og verðbólgan er ekkit endilega bara knúin hér áfram af einhverjum óstjórnlegum kaupmætti launafólks og þeirra sem hafa tekið lán, heldur bara vegna þess að það er stríð í Úkraínu, öll matar hefur hækkað. Það er verið að leggja kolefnisskatt á alls konar gjöld á neyslu okkar, bæði aðflutninga og allt verið dýrara. Það er líka áhugavert að fasteignir sem eru hluti af þessari mældu verðbólgu, svokallega fasteigna liður inn í neysluvísitölunni, þær hafa hækkað, ekki vegna þess að menn er að kaupa mjög mikið, heldur bara það er bara skortur, það er framboðs skortur og hækkun á vöxtum eigur ekki framboð á húsum. Eða semst hækkun á vöxtum bara dregur úr möguleika til þess að fjármagna byggingar á húsum. Þannig að síðan hefur bara verið lóðaskortur og annað slíkt. Maður getur séð að það að krónan, hún hefur líka ekki fengið að styrkjast eins og hún hefði átt að gera og það var það er engin annar að tala þetta en lífeyrissjóðarnir, þeir hafa núna á 10 árum, bara einum áratug, flutt 2000 milljarða af krónum úr landi. Í fjárfestingar erlendis. Já, og það var mikilvægt að dreifa áhættu lífeyrissjóðana frá íslenska hagkerfi, en að gera þetta svona hratt. 10 árum. Það veikir krónuna. Já, þá þarf þetta að selja krónur, selja krónur, 200-300 milljarða ári. Þetta hefur þurft að kontrolla, þetta hefur þurft að hugsa eins betur. Vegna þess að með því að veikja krónuna, þá er allt sem við kaupum frá útlöndum dýrara, það veldur verðbólgu. Algjörlega. Og það að vera að berja upp vaxtastigið og lemja í hausina á einhverju fólki sem hafi nýlega tekið lán til að kaupa sér íbúð, ungt fólk, með ungu börn og eitthvað svoleiðis. Þetta er ekki lausnin. Það er að leita rót vandans. Og mér finnst því miður að þessi einfalda hugmynd að nota bara stýrivexti, hún byggir á hagfræði sem er úrelt, tímaskekkja. En geta stjórnmálamenn breytt þessu? Seðlabankinn er sjálfstæð stofnun sem á að sjá peningastöðuleika. Alþingi getur sett lög að færa Seðlabankunum fleiri stýritæki, til dæmis að hann geti haft eitthvað það að segja hvað lífeyrissjóðin fara hratt út með féð. Hann geti haft það áhugamál að halda stöðuleika á gjaldmiðlinum, ekki að hann veikist ekki mikið. Hann geti líka verið lögum eitthvað svona skylduspartnað. Þeir í staðin fyrir að hækka vexti á alla, það segja bara nú voru leggja fyrir, nú skulum bara allir aðeins leggja inn á bankan, frekar heldur en að eða og spenna eða fara í ferðalög. Það myndur ekki verða fátækari, það er ekki verið að taka þið vexti. Nei, heldur bara neittu til að safna, spara. Fresta neyslu, neittu til þess með lögum. Og þetta er kannski umdeilt hugmynd, pínu svona frelsiskerðing, en hún er samt betur heldur en bara að taka þið pening. Hún er ekki eignarnám. Hún er ekki að færa bara frá Jóni til Síra Jóns. Og ég held að bara vaxtatækið, það virkar illa á Íslandi líka út af því að hér er svo verðtryggingin svo úrbreidd, margir eru með verðtryggilán og þegar vextir hækka þá finnur fólk ekkert fyrir því og það bara á minna í húsinu sínu. Við hugsaðum, við vorum að reyna að losna við þessi verðtryggilán og það var að viðrast ganga ágætlega, en bara leið og það fyrir allt í sögn, þá bara allt fært aftur yfir verðtryggilán. Og þá finnur enginn fyrir neinu og þá höfum við ekki sans fyrir verðbólgu. Það höfum diffti fyrir raunverulega því sem er að gerast.